Coca-Cola stoltur styrktaraðili handbolta á Íslandi. Ja, Gunni, hvar fóruð úrskeiðis í dag? Ég veit ekki, þetta fór kannski svona úrskeiðis hérna í seinni hálfleik sóknarlega. Við þurftum að hafa rosalega mikið á tímabili fyrir hverju marki. Þeir að helviti grimmir í varnarleiknum og við vorum ekki að finna nægilega góða lausnir. En svona, þegar maður kíkir á leikinn í heild sinni svona, maður byrjar að því hérna að maður spildi betra liði fyrir hálfleik og fórumstu illa með mörg dauðafæri hjá okkur og hefðum átt að leiða í hálfleik fannst mér. Þannig að, mér dettur það strax í hugsun áður sem við erum búin að skoða leikinn. Maður hugsa samt karakteri í strákunni einum að það skiptir ekki máli hversu oft Valsmenn voru komin 5 mörkum yfir, alltaf halda þær áfram að djöflast og berjast. Já, ég alveg ríkala stoltur að þeir lögðu sig alveg 100% sína verkefni og voru einbeittir allan tíman og fyrir marga var þetta fyrsta skipti og þeir í reynslubankan, Aron Dan og það voru á kostum hans með hérna í langtímum í leiknum og hann þurfti að bera þetta svolítið sínum herðum inn að stóknarlega sér og það hefði bara svo mikilvægt að fá fleiri sem að hefði átt að eiga svona betri persónulega. En annars bara þetta svona leikur sem hérna, þetta hefði getað farið alveg hérna megin líka sko, en það vantaði pínu lukku og hún var kannski hinum megin, en Valsarnir náttúrulega hörkulið og þessi tölunar sýnt í lokin, það var þeim betri og það var mikið valur. En eins og þú segir, mikilvægt reynslubankan bara fyrir þessi stráka að hafa þetta í bankanum, að hafa spilað svona alveg leik. Hvað sér þau? Mikilvægt í reynslubankan eins og þú sagðir áðan. Já, sjálfsögðu. Og margir hérna í þessu liði og að stíga stór skref fram á við, þannig að ég held að sumir hljóti að vera að banka á landslýsstyrktar. Þannig að ég bara mjög stoltur af þessu strákum.